Það sem við sjáum hérna svona grafísk mynd af gagnaflutningskerfi gagnavinnunar sem þið sjáið ekki bara á höfuðborgarsvæðinu, þar sem við erum ekki bara staðsett í Reykjavík og stór höfuðborgarsvæðinu, heldur alveg frá Bifröst og til Vestmannaeyja. Og þetta svona sýnir svona grafískt hvernig netið okkar stækkaði með tímanum. Þannig að þetta svona þróunin frá upphafi í kringum 2000 og fram til ársins í ár. En aðeins mynd bakgrunn og af hverju ég að fara að fjalla þetta efni sem ég að fjalla hérna í dag. Þetta grein sem birtist eftir Jón Baldvin Hannibalsson kringum 1995 minnir mig og þarna var hann að lýsa ákveðinni framtíðarsýn sem varðaði þetta nýja fyrirbæri sem á sínum tíma Morgunblaðið reyndi að stimpla inn sem undir heitinu Alnet. Við þekkjum í dag bara sem internetið. En á þessum tíma þá var ég að byrja að nota Alnetið. Það var kringum 1992 og fór síðan að starfa við einn af fyrstu ISPAnum í kringum 1995 og var svona sem notandi mjög hugsa það hvert þetta Alnet væri að fara og hvaða áhrif þetta myndi hafa á íslenskt þjóðfélag. Ég tók þátt í rannsókn sem var gerð hjá Hagfræðistofnun Háskólans 95-96 minnir mig. Þetta var á tímum þegar internetengingin til útlanda var í kringum 512K og almennar svona heimilistengingar voru í kringum 2K cirka, 1-2K. Og maður var að byrja að nota Alnetið, maður var að byrja að kaupa sér vörur, þjónustu, maður var að byrja að reyna að sækja sér efni. Ég man eftir því þegar ég byrjaði að reyna að sækja mér vídeóefni frá MIT Media Lab, það gekk mjög brösulega. Og þá fór maður svona einmitt að spá mikið í því. Hvað væri það sem myndi þurfa til þess að aðilar á markaði myndu svona sjá ljósið, taka við sér og fara að fjárfesta í þeim innviðum sem við þyrftum til þess að við sem svona notendur, neytendur gætum upplifað internetið eins og ég taldi að það ætti að vera. Og það meðal hans birtist í svona framtíðarsýn eins og Jón Baldvin skrifaði á þessum tíma að þetta myndi valda bara algjörri umbyltingu öllu þjóðfélaginu og ég held að við sjáum það í dag. Ég ætla að fjalla aðeins svona hagfræðina þarna bakvið, hvaða hagfræðingar sjá að áhrifin á hagfræðinetum sé. Ég ætla að tengja svolítið við stefnumótun stjórnvalda. Hvernig hægt að búa til hvata til að fjárfestinga eigi sér stað og síðan tengið það aðeins við stöðuna Íslandi í dag. Bæði svona hvernig hún var fyrir 10 árum og hvernig hún hefur þróast síðan þá og hvar við erum stödd í dag. Fyrst ætla ég að byrja að skilgreina hagfræðinet, en þessi skilgreining hefur tekið nokkrum breytingum í gegnum árin. Fyrir einhverjum árum síðan þá þótti hagfræðinet vera 128K ISDN-tenging. En það sem ég að fara að fjalla það sem menn tala sem gagngera breytingu í gæðum. Sem dæmi einhver hraðabreyting í ADSL-tækninni, það myndi ekki teljast sem gagngerð breyting. En svona kynslóðabylting úr til þess ADSL yfir í VDSL eða ljósleiðara, það myndi teljast sem gagngerð breyting. Við erum líka að tala eitthvað sem byggt á IP-tækni. Við erum að horfa á eitthvað sem byggt á ljósleiðara, að lágmarki sem næst heimilum eða alla leið. Við erum þá líka að tala farnet sem í dag byggja á ljósleiðara. Þannig að ef þú ætlar að setja sendistað fyrir 4G eða 5G, þá ertu að nota ljósleiðara til þess að geta skapað þá bandvít sem sendirinn þarf. Og við erum að tala gagnaflutningshraða sem yfir 100 megabitum, sem svona þessi viðmið sem menn að horfa á í dag. Og það sem ég myndi vilja bæta við þarna líka að það sem skiptir máli líka upload-hraðinn. Það ekki bara download-hraðinn sem skiptir máli, þetta líka upload-hraðinn. Áhrifin hafa verið rannsökuð af hagfræðingum og stofnunum og það sem gefur svona fljótlega í ljós það ekki samhljómur hjá hagfræðingunum það hversu svona mikil svona tölfræðileg áhrif af hagfræðingunum Og það sem þeir hins vegar eru sammála það að það séu áhrif. En eins og til dæmis með umræðina sem við þekkjum öllum myntkerfi,
að þá eru þeir ekki alveg sammála endilega það, sko, í því tilfelli hvaða myntkerfi myndi henta þjóðfélögum best og það er svolítið lýsandi fyrir það sem þeir komast að varðandi háhraðanetin. En þeir eru eins og sammála það hver grunnáhrifin eru. Þetta er ekkert endilega ólíkt mörg öðru sem við sjáum í hagfræðinni. Þetta er eitthvað sem þegar tölvubyltingin var að vera að koma, þá reyndu hagfræðingar að rannsaka hvað áhrif tölvubyltingin hefði haft á hagvöxt og þá komu fram gullkorn eins og þessi hér. Robert Solow sem er þekktur hagfræðingur sem hefur rannsakað mikið hagvöxt. Paul Krugman sem við þekkjum mjög í tengslum við umræðin íslenska myntkerfið. Og Robert Gordon sem er frægur hagfræðingur sem hefur skrifað frægar kennslubækur í þjóðhagfræði. Og þetta er frægt kvót sem Harry S. Truman lét falla á sínum tíma það að hvernig maður þyrfti að taka með ákveðnum vara sem kemur frá hagfræðingum. En það sem ég er að fara að fókusera á það að þó að það séu ýmsar niðurstöður sem koma út úr þeirra rannsóknum, þá er það svolítið grunnniðurstaðan sem kemur út úr módelunum sem þeir búa til sem skiptir okkur máli í þessu umræðuefni sem ég er að fara að fjalla hér. Og það, eins og ég sagði, það sem þeir segja það að það séu ákveðin grunnáhrif af fjárfestingu í háhraðanetunum sem er algjörlega samhljómur og ég mun fjalla á eftir og það hefur meðal annars leitt til stefnumörkunar eins og þessarar hjá Evrópusambandinu sem ég mun fjalla En af hverju innviðir? Ég ætla að fjalla það. Ég ætla að tengja það svolítið við einmitt grunninn í þessari umræðu innviði sem er svolítið mikið í umræðinni í dag og þá ekki frá þessu sjónarmiði sem oft vill vera það hvort ríkið eða einkaaðilar eiga að fjárfesta í innviðum eða hvort það sé heimilt að rukka fyrir notkun á innviðum. Þetta er hvað hagfræðin segir af hverju erum við að fjárfesta í innviðum. Og það sem þeir segja er það að innviðir eru grunnurinn undir allar athafnir aðal á markaði og þannig erum við þá fyrst og fremst að horfa á innviði eins og samgöngukerfið, við erum að horfa á skipahafnir og við erum að horfa á fjarskiptakerfi. Og þetta er eins og ég segi, grunnurinn undir það við getum verslað, við getum sendt vörur, við getum keypt þjónustu og þetta leiðir líka til þess sem er grunnurinn í innviðafjárfestingunni að við getum skipulagt framleiðsluþætti þjóðfélagsins betur. Við getum fært framleiðsluna til, við getum nýtt framleiðsluþættina þar sem þeir eru til staðar, við getum nýtt mannauðinn betur og allt leiðir þetta til aukinnar framleiðni í þjóðfélaginu. Nátengt þessu er síðan ákveðin umræða alþjónustu og hún getur annars vegar verið svolítið pólitísk, varðandi það hvort að allir er rétt á aðgengi að malbyggum vegum eða er rétt á aðgengi að fjarskiptaþjónustu. En alþjónustan, það sem hefur sýnt sig líka skiptir máli er það að hún knýr áfram líka stærð markaða. Þannig að eftir því sem að fleiri fá aðgengi að innviðunum, því stærri er markaðurinn sem að þeir sem er að selja vöru eða er í nýsköpun hafa aðgang að. Sögulegt dæmi, rafdreifikerfið í Bandaríkjunum. Þetta er eitthvað sem fyrir kreppuna miklu var ekki til og leiddi af sér alveg gríðarlega umbyltingu á þjóðfélaginu í Bandaríkjunum. Þetta breytti því hvernig menn framleiddu vörur, þetta breytti aðgengi fólks að rafmagni og í byrjun þá var þetta náttúrulega ekki eitthvað sem náði til dreifbýlis í Bandaríkjunum. Þetta hafði líka gríðarleg áhrif á neytendamarkaðinn, þetta leiddi af sér algjöra umbyltingu sem við munum fjalla eftir. En sem dæmi að þá árið 1930 þá höfðu 10% dreifbýla í Bandaríkjunum aðgang að rafdreifikerfinu. Í kreppunni miklu þá settu Bandaríkjamenn undir Roosevelt fram ákveðna stefnumörkun það að
koma rafmagni til allra. 1939 þá voru 25% Bandaríkjamanna í dreifbýli komnir með aðgang að rafmagni og árið 1950 þá var það orðið nær 100%. Þegar menn settu þessa stefnumörkun þá vissur í sjálfu sér ekkert hvert þetta myndi leiða. Þetta var bara ákvörðun, þetta var bara pólitík það að allir ættu að hafa þennan aðgang. En raunin var sú að þetta leiddi til algjöra umbyltingar á neytendamarkaði. Og þessi mynd sem dæmi sem að sýnir svona eitthvað hefðbundið eldhús, þarna eru rafeindatæki sem að þegar menn voru að setja stefnuna, enginn hafði hugmynd að yrði til. Þetta var til kannski einhvernum vísindaskaldsögum, en það að almennt heimili yrði síðan komið með ískáp, þvottavél, eldavél, uppþvottavél, ryksuguróbot, almenna lýsingu og þetta væri aðgengilegt fyrir alla. Þetta var eitthvað sem að menn óraði ekki fyrir þegar að svona rafdreifikerfi var að byrja. Og það er það sem að ég legg svolítið áherslu á að þegar við erum að fara af stað þá sjáum við ekki endilega fyrir hvar við munum enda. Við ákveðum að leggja út í einhverja innviðafjárfestingu með einhver svona ákveðin markmið en þessi innviðafjárfesting hún virkar sem ákveðin vítamínsprauta síðan fyrir alla nýsköpun og sem dæmi það sem vorum að heyra hjá Vodafone áðan varðandi IoT að þetta eitthvað sem að menn kannski áttuðu sig ekkert á að myndi endilega verða einhverju sérstökum markaði þegar menn voru að byrja með sem dæmi internetið. Tengjum þetta þá aðeins við stefnumótunina. Evrópusambandið hefur sett fram þessa framtíðarsýn sem er í Digital Europa 2020 og þeir settu sér markmið sem svolítið markmið af því hvað gagnaflutningshraði var almennur þegar stefnumótunin er sett. Markmið þeirra er það að allir í Evrópu hafi aðgang að háhraðanetum. Allir séu með aðgang að lágmarki 30 megabita tengingu og þar af síðan helmingurinn með aðgang að 100 megabita tengingu, eða réttara sagt yfir 100 megabita tengingu. Og ég mun setja þetta aðeins í samhengi við það hvar við erum stödd á Íslandi eftir, en þetta er svona sú stefna sem að Evrópusambandið hefur sett sér. Og ætlunin er svo að ná þessu árið 2020. Af hverju? Jú, Evrópusambandið er með þá sýna að þau vilja búa til einn stafrænan markað, þau vilja efla samkeppni, þau vilja ná fram hagræðingu í formi notkunar á stafrænni og nettækni, þeir vilja örva nýsköpun og þeir vilja tryggja samkeppnishæfni Evrópu í bara hinum alþjóðlega markaði. Og af hverju setja þær þessa stefnu út frá þessum markmiðum? Jú, þar komum við að þessum rannsóknum hagfræðinga og hvað þeir segja fjárfestingar í háhraðanetum. Og niðurstaða þeirra er sú að fjárfesting í háhraðanetum hafi mikil áhrif á hagvöxt, hraði nýsköpun og auki framleiðni. Og þetta birtist í þessari mynd hér. Það sem að menn sjá og hagfræðingar greina er það að þetta er svona eiginlega 3 fasar sem að fara af stað. Fyrsti fasin er rauninni bara í formi þess að það eru auknar skatttekjur af framkvæmdunum. Þú ert að halda upp í atvinnustigi, þú ert að tryggja það að fólk hafi ákveðna atvinnu við það að koma háhraðanetunum, byggja háhraðanetinu. Síðan ertu með hin óbeinu áhrif sem er í formi þess að þú eykur framleiðni, þú nærð að gera hluti sem áður fyrr kannski kröfðust einhvers konar handafl, þú ferð að gera það með rafrænum hætti. Og síðan er það sem að skiptir mestu máli og er
rauninni ekki hægt að mæla, en hagfræðingar leggja áherslu á að sé algjör kjarninn í mikilvægi innviðafjárfestinga og þá sérstaklega í þessu formið sem við erum að tala hér, háraðanirnar. Og það þessi langtíma áhrif af bara umbyltingu þjóðfélagsins í formi nýsköpunar, í formi því að við bætum ferla, að við getum haft aðgang að stærri mörkuðum og svo framvegis. Og þarna líka eru atriði sem ekki hægt að mæla og sem dæmi, það hagur neytenda. Að við sem neytendur háhraðaneta, við upplifum einhvern ákveðinn hag af því sem dæmi að eiga auðveldari samskipti á milli fjarlægra staða. Við höfum aðgang að efni sem af meiri gæðum heldur en áður. Við spörum okkur tíma, við þurfum ekki lengur að fara út í Dominos og bíða þar eftir einhverju, við pöntum okkur bara eitthvað yfir netið og í formi lægri kostnaðar. Og þetta einhver leyti hægt að mæla með því í formi bara hvað neytandinn tilbúinn til að borga fyrir þjónustuna, en svona almennum hætti þá getur ekki mælt þetta. Sama með áhrif á umhverfið, þú ert með ýmsustu umhverfisáhrif fólgin í háraðanirnum og sem dæmi, það bara þessi geta til þess að með auðveldari hætti átt fjarfundi, við spörum pappír og getum síðan líka unnið að heiman. Síðan náttúrulega ákveðin neikvæð áhrif sem dæmi orkunotkun og úrgangur og það náttúrulega bara markmið allara þeirra fyrirtækja sem starfa þessum geira að sífellt vera að reyna að draga úr þeim. En þá aðeins að því hvernig við sköpum nauðsynlegan hvata til þess að fjárfest sé í háhraðanetum. Þar kemur fyrst það sem algjört lykilatriði í því svona umhverfi sem við búum í, á Íslandi og Evrópu, að markaðsaðilar finni hjá sér bara forsendur út frá samkeppni til þess að fjárfesta í háhraðanetunum. Ef það dugar ekki til, þá hafa aðilar, eins og Póst- og fjarskiptastofnun, ákveðin önnur úrræði, bara stjórnvöld, ákveðin önnur úrræði, það sem dæmi það að ákvarða einhver markaðsráðandi aðili sé skyldugur til að veita alþjónustu. Það líka hægt að reyna að skapa ákveðin hvata með því að aðilar fái heimild til að nýta sér samlegðaráhrif sem dæmi að verið að fara í jarðvegsframkvæmdir, að menn geti farið og nýtt sér þær framkvæmdir á svokölluðum jaðarkostnaði. Og síðan það sem allra síst, það að nota einhvers konar ríkisaðstoð til að búa til hvatan. Og þar þarf svolítið að meta þörfin á ríkisaðstoð til þess að greina rauninni bara hvort að hún sé yfir höfuð heimild eða ekki. Og það sem æskilast það sem reglugerðarverkið skilgreinir í Evrópu að svæði séu skipt niður í svört svæði, grásvæði og hvít svæði. Það sem svört svæði þau svæði þar sem það sem engin þörf á ríkisaðstoð vegna þess að mörg háhraðanet eru annaðhvort í uppbyggingu eða fyrirsjáanleg af markaðsaðilum. Það eru hvítu svæðin sem eru dreifbýlin þar sem mikil þörf á þátttöku ríkisins vegna þess að enginn ætla sér að fara út í uppbygginguna. Og síðan eru þessi svæði þarna á milli, grásvæði, þar sem að spursmál hvort að þessi þörf á ríkisaðstoð eða ekki. Og þar ekki endilega forsenda að það sé enginn að gera neitt. Þannig að það gæti verið réttlætilegt að veita ríkisaðstoð þó að einn aðili sé á markaði að byggja upp háhraðanet. Það sem þarf þá að horfa til rauninni það hvort að ríkisaðstofan muni leiða til einhvers konar aukinnar samkeppni. Það sem skiptir líka miklu máli, glæra úr skýrslu sem kom frá Huawei, sem hefur verið nefnt fyrir í dag. Þetta fyrirtæki sem framleiðir hluta af þeim fjarskiptabúnaði sem við á Íslandi erum að nota í dag. Og þarna þeirra sýn á það hvert bandvítaþörf gæti verið að stefna. Og við kannski í dag þekkjum það að við erum farin að rjúfa þennan 100 megabita múr á venjulegu heimili, hvað varðar bara almenna sjónvarpsþjónustu. Netflix sem dæmi, það sýnt sem við talum 17 megabitar, en ég verið að sjá allt upp í 25 megabita.
En það sem skiptir líka máli þegar við erum að horfa á svona mynd að þetta bara svona einn myndstraumur og við erum kannski að velta fyrir okkur hvað hann þýðir fyrir bandvít heimilisins. En ofan á þetta kemur sér einhvers konar þjónusta og þá eins og með Netflix að þegar þú ert að sækja ultra HD efni hjá þeim og ert að skipta á milli sjónvarpsþátta að þá fer Netflix browserinn oft að sækja fleiri heldur en einn myndstrum í einu ef þú ert á háhraðanetti. Þannig að bætt upplifun þjónustu getur falið það í sér að bandvítar notkunin sé meiri heldur en að svona tölur segja til um. En það sem ég ætla að leggja áherslu á hér það að fyrir okkur sem erum að byggja upp háhraðanetin þá það ekkert okkar hlutverk frekar heldur en þeirra sem var að byggja upp rafdreifikerfið á sínum tíma að velta fyrir okkur hvert þetta muni stefna. Við erum ekkert endilega sérfræðingar í því hvaða nýsköpunin muni leiða af sér. Og það því æskilegt að þau net sem við erum að byggja upp séu sem mest svona það sem væri kallað future proof og jafnvel að þau séu að stefna því að yfirskjóta bandvítarþörfina þannig að það sem að þú hefur aðgangað skapi rýmt fyrir alla þá sem vera að þróa nýjar vörur og þjónustu á markaði til þess að reyna bara að koma með það sem þeim dettur í huga getur verið sniðugt. Hafandi talað um allt þetta þá vil ég leggja líka áherslu á það að sjálfsögðu þá eins og staðan í dag þá alnetið orðið að einhverju sem við lítum á að sé bara mannréttindi sem ýtir enn frekar undir það að við eigum náttúrulega að vinna því að skapa vettvang til þess að háhraðanet séu aðgengileg öllum á Íslandi. Staðan á Íslandi, gagnaveitan var stofnuð 2007 og drifið áfram af markaðslegum forsendum, þó að sé eigu Orkuveitu Reykjavíkur að þá ekki þarna að ræða ríkisstuðning, þetta ekki fyrirtæki sem niðurgreitt af Orkuveitunni, heldur skýr arðsemiskrafa frá eiganda og fyrirtækið undir kvöðum og eftirliti frá Póst- og fjarskiptastofnun. Við rekum svokallað opið virkt net, módelið byggir á því að rekstraraðilar séu óháðir þeir sem veita þjónustu. Það jafn aðgangur allra til að veita þjónustuna og viðskiptavinurinn hefur frjálst val bæði þjónustu og svona blöndu af þjónustu. Og þetta leiðir til mjög mikilvægra samnýtinga á fjárfestingum í fjarskiptainnviðum. Og síðan svona því til viðbótar þá vil ég bara svona benda á að þetta svona grunnmódelið sem að Alnetið rauninni byggt upp á að þú sért rauninni frjáls til að kaupa þjónustu af hverju sem og sért ekki bundin að því að vera að kaupa þjónustur af einhverjum einum tilteknum aðila. Síðustu ár það hefur verið örþróun á fastlínu markaðunum frá 2007 og eins og við sjáum þarna þá þetta úr gögnum frá Póst- og fjarskiptastofnun að þá hefur bæði verið vöxtur í fastlínutengum en jafnframt verið mikil svona umbreyting úr kopartækni yfir í ljósleiðara og þessu til viðbótar þá vil ég líka benda á það að frá svona 2010-2011 þá hefur líka verið mikil þróun í háhraðanetum sem byggja á kopar, þannig ég myndi telja ljósnetið þetta með líka í formi sem háhraðaneta og síðan náttúrulega 4. kynslóða farnetin líka. Þannig að á þessum tíma þarna frá 2007 þá hefur orðið algjör umbylting í uppbyggingu háhraðaneta á Íslandi. Staðan á síðasta ári var þannig að við vorum farin að nálgast 50% af heimilum sem voru með yfir 100 megabita í niðurhaldsraða tengum og síðan, þetta 48% sem eru þarna yfir 100 megabita og þetta frá miðju síðasta ári og ég get allavega sagt það að frá þessum tíma þá hafa 2 innviðafyrirtæki komið með 1 gig þjónustur og það alveg ljóst að þegar þessar tölur koma núna áramótin staðan og síðan staða fyrir 2017 þá mun þessar tölur gjörbreytast og alveg ljóst að yfir 100 megabita orðið meira heldur en 50% á Íslandi núna 2017 þar sem að markmið Evrópusambandsins var að þessi niðurstaða væri komin í Evrópu 2020. Við erum líka að sjá þetta í formi svona niðurstaða eins og hér. Þetta verðlaun sem að speedtest.net kom með, eða niðurstaða úr svona mælingum þar. Þetta eru hröðustu ISParnir á Íslandi í dag og eins og við sjáum þá nethraðin vel yfir 100 sem svona samkvæmt þeim mæliaðferðum sem að þeir nota og
við erum mjög stolt af því á ljósleiðaranum að þetta eru allt aðilar sem að nota ljósleiðarakerfið okkar. En það sem ég vil leggja svona alveg höfuðáherslu á það að öll þessi uppbygging hér hefur verið byggð upp í formi samkeppni og sem dæmi að á síðasta ári þá fengu yfir 50.000 heimili ljósleiðaratengingu til sín og þar var einhverjir 20.000 af þessum heimilum að fá ljósleiðaraþráð númer 2. Þannig að það er töluverður fjölda heimilum í dag sem að getur þá valið á milli þess að kaupa fjarskiptatengingu af 3 fastlínu háhraðanetum og með 2 ljósleiðarakerfi og síðan með ljósnetið. Hvað með landsbyggðina? Ísland ljóstengt er verkefni sem er í gangi í dag og hefur það markmið að skapa hvata til fjárfestinga út á landi. Ég setti í dreifbýli þar sem ekki eru markaðslegar forsendur til að fara í fjárfestinguna og ég vil svona leggja ákveðna áherslu á það að reynsla okkar sem hefur verið að starfa í samkeppnismarkaðnum annars staðar á landinu verði nýtt til að tryggja það að þau net sem byggjast upp út á landi njóti góðs af þeirri reynslu sem hefur byggst upp hér það, hvernig aðgengi neytenda að þjónustu sem greiðust. Og jafnframt það að reynslan af því hvernig þú byggir upp háhraðanet þannig að það sé sem mest, sem ég sagði áðan, future proof, sé tryggð. Jafnframt að horfa til þess að í sömu stöðum getur alveg verið ástæða til þess að við horfum frekar á það að leggja ljósleiðaragrunnnet þannig að hægt sé að skaffa bandvít með sem ódýrasta hætti til dreifbýlra staða, jafnvel þó að síðan síðasti leggurinn væri með farnetum. En ég vil svona bara í lokum leggja áherslu á það að allt þetta snýst það að við höfum ákveðnar niðurstöður hagfræðinga það sé mikilvægt að fara í ákveðna innviðafjárfestingu. Menn settu fram ákveðna framtíðarsýn fyrir 10 árum. Ég er ekki endilega viss það að við værum í þessari stöðu sem við erum í dag með þennan greiða aðgang að háhraðanetum frá mörgum mismunandi markaðsaðilum ef þessi framtíðarsýn hefði ekki verið keyrð af stað fyrir 10 árum. Og svona lokum bara nefna það, eins og ég var að segja áðan að það eru 2 innviðafyrirtæki farin að selja 1 gig þjónustu, nefna það við hjá ljósleiðaranum, við höfum verið að gera prófanir með 10 gig þjónustur og við sjáum fyrir okkur að það sé ekkert sem stoppið það að við förum að veita þjónustur yfir 1 gig til heimila í nánustu framtíð þegar markaðurinn kallar eftir því. Takk fyrir. Já, bara koma með 2 spurningar á 1 gig hraða. Hver er fyrstur? Ok, 100 megabítar hraða, komum með þetta. Bifröst. Eins og ég sagði áðan, við erum drifnir áfram af því að ákveðna arðsemiskröfu og síðan ákveðni stefnu bara eiganda á hvað markmið fyrirtækinu er sett. Það má aldrei þá vera á skaða þá sem dæmi arðsemiskröfu. En að sjálfsögðu horfum við til þess að þegar við erum búin að ljúka ákveðni ljósleiðaravæðingu, hvernig ætlum við að nýta þessa þekkingu og þessa framkvæmda getu sem er inn í fyrirtækinu. Ein spurning viðbót á gig hraða. Koma. Það eru 2 aðilar, annars vegar við sem byrjum í kringum 2005-2006-2007 og síðan annar aðili núna sem er á hlutabréfamarkaði sem að sér bara þetta sé arðbær fjárfesting. Þetta er bara samkeppni. Það er ekki mitt að segja það hvort þetta sé skynsamlegt eða ekki. Við bæði sem fyrirtæki sjá það að sé hægt að hafa hæfilegan arð af því að fara í svona uppbyggingu. Þið fáið ekki fleiri spurningar, tímaverðurinn er búinn að stoppa. Þökkum Jón Inga fyrir.